Verkefnið snýst að þróa opið námsefni, námskrá og námsvef í samfélagslegri nýsköpun með svona sérstakri áherslu á að efla hag viðkvæmra hópa í samfélaginu. Þetta Erasmus Plus verkefni sem leitt af vaxandi miðstöð samfélagslega nýsköpun og við vinnum þetta verkefni í samvinnu við Háskólann Vives í Belgíu og 3 samfélagsfrumkvöðlafyrirtæki, 2 frá Grikklandi og 1 frá Litháen. Hluti af verkefninu felst í ítarlegri þarfagreiningu á stefnumótun og stuðningsumhverfi fyrir samfélagslega nýsköpun á Íslandi og líka erum við með rýnihópaviðtöl hvernig má þróa slíkt námsefni með notendum, með rannsakendum og háskólanemendum og tökum líka einstaklingsviðtöl við samfélagslega frumkvöðla. Og á þessum grunni þá þróum við námsefni og ætlum síðan að tilrauna kenna það og afurðin verður síðan svona opið námsefni sem almennir borgarar geta leitað í og fengið tæki og tól til þess að vinna svona samfélagsfrumkvöðla verkefni. Fólk getur velt því fyrir sér hvað samfélagsleg nýsköpun og á mjög einfaldan hátt þá má segja að hún felist í því að þróa nýjar og bættar leiðir við að finna lausnir við ýmiss konar samfélagslegum áskorunum. Þetta hefur oft verið tengt við heimsmarkmiðin og við erum þá að tala verkefni eins og fátækt, loftslagsvána, að efla til dæmis þjónustu fyrir flóttafólk, fatlað fólk og svo framvegis. En það sem öðruvísi með samfélagslega nýsköpun og venjulega nýsköpun, þó að margt sé sameiginlegt, að ávinningurinn kemur alltaf til góðs fyrir samfélagið eða hópa í samfélaginu sem eiga undir högg að sækja og það lögð mjög mikil áhersla á að notandinn sjálfur taki þátt í þessu sköpunarferli með ólíkum aðilum. Þannig að samvinna þessara aðila lykilþáttur. Ég tel að þetta verkefni sé mikilvægt vegna þess að þarna erum við að kynna mikilvægi samfélagslegrar nýsköpunar í velferðarþjónustu og líka að þróa opinn háskóla þar sem bara fólk, almennir borgarar, geta sótt sér efni í til að vinna slík verkefni.